Það hingað kominn góður gestur, endurkominn gestur, Ólafur Þ. Harðarson. Velkomin. Það alltaf sama þegar þú kemur. Það svona staðan á flokkornum og ríkisstjórninni. Og núna kannski svona, sérstakari staða heldur en oft áður. Því að ríkisstjórnin náttúrulega mælast í Gallup, mjög lágt. Og ég nefndi það hérna áðan að það ber að hafa í huga þegar maður að skoða þessa Gallup-könnun að stór hluti hennar það var búið að taka hann áður en Íslandsbankamálið til dæmis springur fram og verulega helmingurinn var kominn áður en Hvalamálið kemur fram, þannig að það kannski ekki fyrir næstu könnun sem við sjáum svona afleiðingar af þessu. En 34,7% sem að treysta, það þriðjungur landsmanna sem að treysta ríkisstjórninni. Það ekki gott að vera í ríkisstjórn sem að nýtur svona lítið strauss. Nei, það ekki gott og þetta svona minnsti stuðningurinn sem að mælst hefur við þessa ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur frá upphafi. Við höfum að vísu séð minni stuðning til dæmis við hrunstjórnina strax eftir hrunið. En svona lág tala nú allavega í lægri kantinum. Hins vegar þetta mjög kunnuglegt munstur og sko í rauninni þá getum við sagt að alveg frá hruni þá hefur fylgisþróun ríkisstjórna bæði þegar talað stuðningsmenn ríkisstjórnar og eins sem að leggur saman fylgi allra stjórnarflokkana að þá hafa þessar kúrfur verið sláandi líkar fyrir allar kosningar eftir hrun. Stjórnirnar byrja allar nema stjórn Bjarna Ben sem fór aldrei yfir 50%, allar hinar byrja í svona 60-80% stuðningi. Svona góðum óskum landsmanna. Góðum og frómum óskum og bjartsýni. Síðan þegar það kannski fer að nálgast mitt kjörtímabil, þá tölurnar bæði fyrir stuðninginu við stjórnina og fyrir sameiginlegt fylgi ríkisstjórnarinnar komið undir 50%. Og heldur yfirleitt bara áfram að minnka og endar með því að ríkisstjórnin fellur í kosningum. Eina undantekningin ríkisstjórn Katrínar 2017 til 2021 en hún var á nákvæmlega sömu línu þegar að COVID byrjaði. Þá voru þessar tölur bæði stuðningsmenn ríkisstjórnarinnar og sameiginlegt fylgi stjórnarflokkana komnar milli 40-50% og maður átti bara vona á því að það myndi halda áfram og hún myndi falla eins og allar hinar. Þá kom COVID og bjargaði þeim. En þá kemur COVID og og bjargaði þeim nokkuð örugglega því að það sjaldan sem maður hefur sér svona skýra sveiflu að á sem sé 2 eða 3 mánuðum eftir að pláan byrjar að geysa að þá fer stuðningur við ríkisstjórnina úr einhverjum milli 40-50% í 60% og heldur þeirri tölu nokkurn veginn alveg fram að kosningum og fylgi stjórnarflokkana. Og raunverulega fram yfir kosningarnar. Það eiginlega byrjar ekki að falla, það kom smá COVID-gusa þarna snemma árs 2022 og svo Íslandsbankamálið og þá var hún bara eins og var skotin á flugi. Já, og í rauninni ég ætla að segja líka sem sé að í rauninni fylgi stjórnarflokkana sameiginlega fór líka og var í síðustu könnunum komið eða yfir 50% og endaði svo í einhverjum ríflega 54%. Síðan heldur hún í rauninni á ágætu fylgi til að byrja með, svona, ég man þetta nú ekki nákvæmlega en vel fram á 22, en þá hins vegar bara byrjar þessi kunnuglegi ferill og hann hefur staðið allan tíman og stendur enn. Getur ríkisstjórnin snúið þessu við? Já, miðað við þessa sögu, þá það auðvitað alltaf hugsanlegt. En eina dæmið sem við höfum að ríkisstjórn hafi tekist að snúa þessari þróun við stjórn Katrínar 2017-2021 og til þess þurfti hvorki meira né minna en heimsfaraldur og heimsfaraldurinn náttúrulega þýddi það í rauninni að öll pólitík snerist bara COVID þannig að pólitík eins og venjulega hún var bara tekin úr sambandi
hægri vinstri skipti engu máli þegar þú ert að berjast við heimsfaraldur. Svona mestan part. Þannig að nánast sko flokkar sem þjóð óhullusta ef að þú andmælti stjórnvöld. Já, í rauninni sko. Þetta var svona eins og í lýðveldisháttíðarkosningunni. En það þannig, þegar maður skoðar hérna, því ég gerði það hérna í fréttaeyfirlitinu, þá fór ég yfir hérna myndina sem að þú kannast við sem að má sjá inn á Gallup, þar sem að maður sér hverja ríkisstjórnin fellur öðru og það er alltaf bara sömu línurnar sem að fara niður, nema ótrúlega líkmynstur. Ótrúlega líkmynstur. Og þá eiginlega spurningin, traust ríkisstjórna þannig að þegar þú missir það, að þá nærðu því ekki aftur, því að það eins og þú benda á, þá eina dæmið það sem að rís upp aftur og þú þarft heilan heimsfaraldur til. Er það bara þannig að ef þú missir traustið að þá bara vonlaust að ná því aftur? Já, mynd skulum nú segja, fræðumæðurum myndir nú segja vonlítið. En það er ekki hægt að benda á önnur dæmi? Ekki eftir hrun, sko, ekki eftir hrun. Og í rauninni það reynda líka þannig að á Íslandi eins og reyndar í flestum löndum Vestur-Evrópu, alveg frá síðari heimsstyrjöld, hefur það verið svona tilhneiging að ríkisstjórnarflokkar sameiginlega tapa frekar í kosningum heldur en vinna. Þær falla ekki alltaf ríkisstjórnirnar og kemur auðvitað fyrir að ríkisstjórnarflokkandi bæti við sig eða þá að annar eða einn að ríkisstjórnarflokkandi bæti við sig en hinir tapi. En þetta hins vegar algjörlega skýrt heildarmynstur að það virðist vera bara ákveðin fórnarkostnaður við það að vera í ríkisstjórn, alveg sama hvort það hægri ríkisstjórn eða vinstri ríkisstjórn, þannig að það má alltaf búast við því. Hvað veldur? Þetta það að ríkisstjórnin er alltaf að vinna gegn vilja almennings? Eða almenningur bara svona eins og óstýrlátir krakkar og aldrei ánægð með neitt? Hvað veldur? Þetta eru nú tvær skemmtilegustu tilgátur sem ég hef heyrt lengi skýringar á þessu fyrirbæri. Menn vita það nú ekki alveg, sko. Sumpart það ein tilgáta væri svo að það verði bara alltaf til þreyta og einhverjir kjósendur verði alltaf fyrir vonbrigðum og vilji þá prófa eitthvað nýtt. Þetta ekkert endilega en eitt rosalega stór hópur kjósenda sem að skipta skoðun þó að það ráði úrslitum úrslit kosningana. Núna það, að þú nefndir áðan sko samrætt fylgi ríkisstjórnarflokkana, með við Gallup þá þetta 20% eða prósentustig. Það 15 kjósenda sem hafi yfirgefið flokkana. Sem hafi yfirgefið, það alveg rétt. Sko, það í rauninni mjög mikið. Reyndar stór hluti kjósenda sem að skiptir flokk milli kosninga í síðustu kosningum, nokkrum kosningum hefur það verið og yfir 50%. Sem að kausa eitthvað annað núna heldur en síðar. Sko. Það er rosalega mikið. Þegar við gerðum fyrstu kosningarannsóknina 1983, þá var þessi tala svona eitthvað ríflega 20%, svo var hún í þó nokkur ár svona í kringum þriðjungur og hefur svo vaxið eftir hrunið og orðin svona rosalega mikil. En það sem ég átti við er í rauninni sko að venjulegast þá eru ríkisstjórnarflokkar ekki að tapa sko 20% milli kosninga eins og væri núna ef að þessar tölur gengju eftir. Venjulega tapið miklu minna. En hvað veldur þessu flakki á milli flokka? Er það þannig að kjósendur eru bara að vafra í stórmarkaðnum og er kannski ekkert spennti fyrir neinu þessu og láta sig hafa þetta og er ekki bara, eins og slagur síðustu kosninga, er ekki bara best að kjósa Framsókn, segðu og fara með þann pizzakassa að borðinu? Það nú reyndar vanmetið slagorð. Margir telja að það sé að hafi verið algjörlega innantómt slagorð. Það var kosningunar. Ég tel að það hafi haft inntak vegna þess að í rauninni það skilabóðin sem þú vart að senda með því heyrðu, sko Framsóknarflokkurinn, hann nú bara svona hófsamur miðjuflokkur og svona ef við kjósið okkur þá kannski ekkert rosalega mikið spennandi í boði en það svona safe bet og þetta eru fyrir mér sko í rauninni alveg valid eða eðlilegt slagorð fyrir þann hóp sem að Framsókn var að reyna höfðu þarna í og þetta var náttúrulega
næst besta slagorð þeirra kosningabaráttu því að þið í sósíalistaflokknum fáið náttúrulega heiðurinn fyrir slagorðið skilum rauðu sem er nú eitthvað það besta sem ég hef heyrt. En þetta framfram eiginlega svona lower your expectation, þetta eiginlega lækkaðu bara væntingaðinnar. Já, já, þú getur svo sem sagt það, þú ert ekki þegar þú kýst Framsókn ertu ekki að kjósa einhverja harðskeita hugsjónamenn út á köntunum sem ætla að fara að gjörbylta í íslensku samfélagi. Þú ert miklu frekar að kjósa bara stöðuleika og svona það sem og að það verða engar stórar sveiflur og þetta höfðar, svona áhersla höfðar til sko margra kjósenda á miðjunni. En varðandi það er skjóta aðeins inn í Ólafur af því að þú er svo fróður af því að þú segir þetta að við líka eitthvað svona öfgar, við ekki mikla breytingar. Þegar það verið að spyrja svona einstök mál í könnunum, þá yfirleitt vill almenningur mikla breytingar. Já, það reyndar að ýmsu leyti rétt hjá það, sko. Dæmi það er til dæmis kvótakerfið sem að áratugum saman hefur þar sem mikill meirihluti hefur viljað gera breytingar á kvótakerfinu. Meirihlutin hefur viljað nýja stjórnarskrá sem að svo finnst alveg sko stórkostlega. Já, og það hefur líka ekki komist í gegn, sko. Þetta í rauninni munurinn á beinu lýðræði og fulltrúalýðræði að lýðræði sem við erum með það er framkvæmt í gegnum fulltrúa í gegnum flokkana og það þýðir að skoðanir almennings á einstökum málum fara ekkert nauðsynlega í gegn. Hins vegar hef ég nú séð rannsóknir á þessu sem ég held að hafi nú verið fyrir Bandaríkin og þar gerist þetta líka að það er nú reynda líka skekkt kosningakerfi en þar gerist það líka að mál sem að er mikill stuðningur meðal almennings við kemst ekki í gegnum þingið en samt sem áður, svona ef maður vil leika pollíönu, að þegar þú skoðar langan tíma og að þá er tilhneiging í þá áttina að svona með tíð og tíma þá komist að minnsta kosti mörg ef ekki flest þau mál sem að verður til eindregin stuðningur almennings við að þá komist þau í gegn fyrir rest sko. Það náttúrulega byggist meðal annars á því að stjórnmálaflokkar eru á kjósendamarkanum og þeir hafa tilhneigingu til þess að laga sig með tíð og tíma að þeim skoðunum sem að almenningur hefur. Þannig að það sem þú brannst fyrir sem ungu maður að það kannski rætist áður en að vera út orðin þegar þú ert gamall maður. Ef þú ert heppinn. Svo er þetta í Bandaríkjunum er það þannig að síðan eftir með Hæstarétt sem að skrúa ofan að þessu. Já, svo með Hæstarétt þar sko sem að einmitt vegna þess held ég að sko kerfið bandaríska sem margir dá saman nú fyrir sem einhverja sérstaka völundarsmíð í lýðræði og ég hef nú komist meira og meira þeirri skoðun með aldrinum að þetta sé nú á flestan hátt mjög vont kerfi. Þó að það hafi lengst að virkað príðilega fyrir Bandaríkin en þegar það reynir á það eins og í Bandaríkjunum síðust 10, 20, 30 árin að þá koma gallarnir svo berlegi ljós. En eitt af því sem að hefur gert Hæstarétt svona öflugan er það að þar er mjög erfitt að koma málum í gegn. Vegna þess að þú getur mismunandi meirihluta í fulltrúadeildinni og öldungadeildinni og forsetinn ef hann er úr öðrum flokki, hann getur þá heimtað aukin meirihluta. Þannig að það er erfitt að koma stórum málum í gegn. Það kostaði til dæmis mjög mikið átök að koma Civil Rights Act eða mannréttinda bálkinum réttindi svertinga í gegn 1964 og það var í rauninni bara vegna þess að Lyndon Johnson sem að á margan hátt var nú mikill skúrkur að hann hafði svo góða svip og svo marga í þinginu að hann barði þetta í gegn sem að Kennedy hefði nú sennilega aldrei geta gert. Gegn vilja marga. Gegn vilja fái demókrata úr suðrinu og þar var reyndar kom í ljós einn af göllum bandaríska kerfisins sem er svokallað filibuster eða málþóf í öldungadeildinni. Það sem að til þess að stoppa málþófið þá þurftu 2/3 að greiða atkvæði gegn því, þannig að 3/4 öldungadeildarþingmannanna gat haldið máli í gíslingu og það gerðu aðalega demókratar úr suðrinu í vikum saman þangað til að þeir voru á endanum barðir til hlýðni
Og til viðbótar þessu þá sko fyrirkomulagið stjórnarskrárbreytingar í Bandaríkjunum þannig að það gríðarlega erfitt að breyta bandarísku stjórnarskránni. En hún náttúrulega á margan hátt fyrir okkur Evrópumenn bæði þetta einmenniskjördæmakerfi og síðan hvernig kjördæmamörk eru dregin eingöngu út frá pólitískum hagsmunum, hvernig sko minnihluti atkvæða í forsetakosningum getur gefið meiri hluta kjörmanna. Allt kemur þetta á okkur Evrópumönnum mjög skrítilega fyrir sjónir. Svo við tölum nú ekki sko stefnuflokka þar sem að sérstaklega repúblikanaflokkurinn sker sig algjörlega úr, þannig að í rauninni sko flestir hægrimenn í Evrópu myndu eiga ættu heim í demókrataflokknum, gott ef ekki vinstra armi demókrataflokknum. Herðu, ég ætla að draga þetta til Íslands. Við vorum búin að tala um veikastöðu ríkisstjórnar, lítið traust. Já. Það má búast við, og það þannig, að þegar að ríkisstjórn lendir í þessari stöðu, að þá á henni erfiðleikum. Þá verður erfiðara fyrir hann að sækja öll mál, það verður meiri ágreiningur innan flokkana, þó það getur vel verið að sé allt í góðu við ríkisstjórnarborðið. Að sagan segir okkur að ríkisstjórn sem að fer svona neðarlega, það verður erfið tíð framundan. Já, það myndi maður halda og sérstaklega fréttamannum finnst nú eðlilega mjög gaman að tala um það að nú hafi þessi ráðherran skrækt á hinn og það hljóti nú eiginlega að vera komið að stjórnarslitum. Við sem erum konur á aldur við okkur, þó að þú sést náttúrulega miklu yngri, að við munum nú hins vegar mörg dæmi um það að það hefur verið mikil hávaði innan ríkisstjórna og þær hafa samt haldið velli. Og ef við skoðum aftur aðeins söguna, þá var þetta þannig fyrir 1988 að það var nú algengara en hitt að ríkisstjórnar á Íslandi sprungu á miðju kjörtímabili. Undantekningin var í rauninni aðallega viðreisnarstjórnin sem að satt bara í heil 12 ár, en aðrar stjórnir, til dæmis samstjórnir Framsóknarflokksins og Sjálfstæðisflokksins á 7. áratugnum, sprungu tvisvar. Þannig að reglan fyrir 88 var eiginlega að sprengja stjórnir á miðju kjörtímabili og því fylgdu líka mjög flóknar stjórnarmyndunar viðræður sem fóru eftir ákveðnum leikreglum sem við þyrftum nú heilan þátt í að útskýra og getum gert hér á einhverju sögustund. En 1988 þá var stjórn Þorsteins Pálssonar búin að sitja í ríflega ár og hún var með, það var þessi Sjálfstæðisflokkurinn og það var Framsókn, Steingrímur Hermannsson og síðan Alþýðuflokkurinn Jón Baldvin. Mörgleitu óvanaleg ríkisstjórn, munstur sem ekki mörg dæmi um. Já, ekki mörg dæmi um. Það væri nú helst kannski bara Stefanía, sem var þá reyndar undir forsæti Stefáns Jóhanns Krata. En þeir náðu ekki saman um efnahagsmál og sú stjórn var nú sprengt í beinni útsending á Stöð 2 sem frægt var, þegar að það átti nú að vera viðtal held ég bara við Steingrím og Jón Baldvin mætti bara í stúdíóið og þeir slitu stjórnin í beinni útsendingu og voru náttúrulega augljóslega búin að sammælast um það að sprengja stjórnina og það sem meira var, þeir voru nokkuð örugglega búnir að gera samkomulag við Óla Ragnar að þessir tveir flokkar myndu svo mynda stjórn með Alþýðubandalaginu. Það voru ekki leiðin í kosningar. Þannig að þessi stjórn springur, það ekki farið í kosningar. Í kjölfarið mynduð vinstri stjórn Steingríms Hermannssonar sem situr þá út kjörtímabilið í 3 ár og bara í góðum friði, lítil átök. Þetta í mjög vafasömu meirihluta þings. Mjög vafasömu meirihluta, þeir eru að kaupa sér fylgismenn. Það var svo sagt að einhver styrti það. Þeir eru sem sé að reiða sér fyrst á Stefán Valgeirsson, sem að gekk líka undir nafninu samtökum jafnrétti og félagshyggju. En svo þurftu þeir að styrkja stjórnina og til þess sáu þeir að það var hægt að fá borgarflokkin inn sem var undir forystu Albert Guðmundssonar, en gallinn var bara sá að Albert vildi ekkert fara í sannleik stjórn og hvað gera bændur þá? Nú, það verður að finna einhver góð ráð og að því að Albert var nú
sennilega besti fótboltamaður okkar Íslendinga fyrr og síðar og hafði gert garðinn frægan í Frakklandi og Ítalíu og einhver hafði grunum að Albert sem hann nú kominn þá á efri ár myndi nú kannski vilja enda sinn feril sem sendiherra í Frakklandi að þá Jón Baldvin bara gerður út af verkinni til að bjóða Albert að verða sendiherra í Frakklandi og Albert tekur þessu og hættir í pólitík og Júlíus Sólnes verður þá í forystu í borgarflokknum og hann tilbúinn til að koma inn í ríkisstjórnina og það sem svona sögulega merkilegt við þá ríkisstjórn sem að flestir muna ekki eftir það að þetta þessi stjórn frá þá 89 til 91 hún fyrsta 4 flokka ríkisstjórnin á Íslandi. En okkur sem ekki muna margir eftir henni, þetta nú ríkisstjórnin sem með þjóðarsáttasamningana? Já, en ég held að það sem ég á við menn muna ekki eftir að það hafi verið til 4 flokka ríkisstjórn á Íslandi. Og að hún hafi bara, þó það hafi bara verið í 2 ár, þá hafi hún bara gengið varðandi samvinnuna í ríkisstjórninni, takk fyrir algjörlega prýðilega. Og hún reyndar, ég held að hún hafi nú verið líka oft vanmetin, hún kom merkilegum hlutum í gegn. Miklu skattabreitingum? Hún kom, já, og í rauninni þá... uppspilið af EES-samningnum? Hún náttúrulega var, það var náttúrulega 95% eða meira búið að semja EES-samningin þegar að þessi stjórn fer frá, þó að eftir kosningar hafi bæði Framsókn og Alþýðubandalagið ákveðið að vera á móti þeim samningum sem þeir eru sjálfir gert þegar þeir voru þeirri stjórn. Þessi stjórn framkvæmdi líka, mikilvæga hluti varðandi svona aukið frjálsræði í viðskiptum sem að sumpart tengdist kannski EES og svo voru náttúrulega þjóðarsáttasamningarnir gerðir í hennar tíð þó menn séu enn að rífast hversu stóran hlut ríkisstjórnin hafi átt í því og hvað það hafi bara verið fulltrúatir á vinnumarkaðnum. Bændunum voru hana líka. Við erum náttúrulega hér bara, þetta svo löng innskot hjá okkur og það allt þér að kenna því og gefur alltaf með nýja spurningar. En það sem ég var að segja var það að þarna sprakk stjórn í beinni útsendingu 88. Síðan á 35 árum hafa stjórnir bara sprungið tvisvar. Annars vegar 2009 og þar var ekkert COVID en það þurfti hrun til þess að sprengja stjórn Samfylkingar og Sjálfstæðisflokks. Og síðan 2017, þegar að Björt framtíð á næturfundi ákvað að sprengja stjórn út af uppreist ærumálsins sem að ég held að engin stjórnmálaskýrandi eða stjórnmálamaður hafi átt von á eða geta skilið af hverju Björt framtíð gerði þetta. En að þið vorum að tala lítið fylgi. Og Björt framtíð náttúrulega það sem gerðist í kostingum bara fáinum mánuðum síðar var að hún þurrkaðist út. Já. En að þið vorum að nefna fylgi, heldur að það geti haft áhrif til dæmis á ákvörðu Bjartar framtíðar þarna, hvað þessi ríkisstjórn hafði alltaf litla inneign á þjóðinni? Það getur mjög vel hafa komið inn í. Það var fullkomlega stemmingslaus ríkisstjórn. Algjörlega, hún náði í engu flugi og hafði minnsta mögulega meiri hluta, 32 þingmenn. Og sá 32. maðurinn var í rauninni aukamaður. Hann var maður sem Sjálfstæðisflokkurinn hefði fengið vegna galla á kosningakerfinu og átti alls ekki að fá. Þannig að... Ríkisstjórn sem aldrei átti að verða. Ekki ef að kosningakerfi hefði verið í lagi. En hún náði aldrei flugi og þetta gæti vel hafa haft áhrif á Bjarta framtíð og þegar maður sá líka þegar maður fylgdist með ákvarðanatökunni að þetta var á næturfundi og sumpart á staðinum, sumpart held ég í fjarfundabúnaði og allt þetta bar vottum það sem sjóaði stjórnmálamenn myndu segja reynsluleysi. Það að segja að þarna bara nýr flokkur og hann kann ekki reglurnar og hann ekkert sjóaður í pólitík og hann náttúrulega þá verið í stakk búinn til þess að taka á sig ágjafir heldur en gömlu góðu eða gömlu spiltu eða hvað þú vilt kalla það flokkarnir. Við ekki verið gert grína að Bjartur framtíð, mér minnir að það hafi verið sagt á þessu fundi að þá hafi úrslitin ráðist þegar einhver rakin höfðinum opið glugga og fundir ríkisstjórn. Þetta hef ég gert, þetta góð saga. En heyrðu, af því að þú vilt fara svona í söguna, þegar það var ágreiningurinn í tengslum við ráðherraskiptin, þá var mjög erfið vika fyrir ríkisstjórnina. Auðsvöldlega hafði aðdragandi
ráðherraskiptana einhvern veginn farið illa í grasrót Sjálfstæðisflokksins og hann kemur svona vígrifur inn í vikuna og síðan kemur kvala ákvörðun Svandísar. Þá hugsaði ég einmitt ríkisstjórn Þorsteins Pálssonar 87 til 88 sem að sprakk svona miðju kjörtímabili líka út af ákvörðun. Það var það Sjálfstæðisflokkurinn sem kom með svona breytta stefnu skyndilega. Já, í efnahagsmálum. Já, í skattamálunum. Það sem að Jón Baldvin hafði verið að berjast fyrir því að hafa bara flatan vask á allt og það var nýbúin að taka hann upp, vildi ekki skemma hann en það var eitthvað 2 þrep í honum og það var kallað matarskattur því að þá var verið að hækka á söluskattsprósentuna og það var grýtt húsið heima hjá þeim og Vesturgötunum með eggjum og mikill háaði. Svo þegar það fyrir að líða haustinu að þá allt í einu hendir Sjálfstæðisflokkurinn inn tillögu að lækka þrepið. Og það var litið á það sem svona brot á einhverju samkomulagi, svipað og svona hluti af almennum þingmönnum Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks létu gagnvart ákvörðunum að stoppa hvalveiðina. Það sé kannski, það máli miklu minna, hitt var svona, held ég að Alþýðuflokkurinn hafi litið á sem svona hitt af sínum aðalmálum þessu tíma. Þannig að það var eitthvað í tengslu við svona stemminginu kring ríkisstjórnina sem að myndi mig miklu meira á þann tíma heldur en til dæmis Panama-stjórnina eða Hrunstjórnina eða þetta sem þú ert að rifja upp núna þegar ríkisstjórn Bjarna Benediktssonar skoðuð upp. Og þá var það möguleikin á því, kannski erum við ekkert á leiðin í kosningar, kannski bara hendu við VG út úr ríkisstjórn og tökum bara Flokk fólksins inn eða eitthvað slíkt. Já, í rauninni ég held að sko að ef að sem því þetta nú sjóað fólk sem, og reyndir stjórnmálamenn sem verða þarna við stjórnvölinn og mér finnst það ákaflega ólíklegt að þeir vildu rjúfa stjórn og fara beint í kosningar. Sá möguleiki að þeir hentu Vinstri grænum út og fengu einhverja aðra inn í staðinn. Það er svona sviðsmynd sem að myndi skilja miklu betur að gæti átt sér stað en einhvern veginn þá hef ég nú ekki séð fyrir mér að það virki mjög raunhæfur kostur í augnablikinu en það er samt sem áður líklegri kostur heldur en að þau slíti bara stjórninni og fari í beinar kostningar en þetta auðvitað allt saman spekulatíft, við vitum þetta náttúrulega ekki. Nei, við heyrðum það samt svona úr grasrót sérstaklega Sjálfstæðisflokksins þar sem voru svona vangaveltur þetta. Já, menn maður verður hins vegar að hafa í huga sko að þegar að gefur á bátinn að þá eru það nú oft hásetarnir sem að fara að skrækja eða hafa hæst sko og gagnrýna en það eru skipstjórarnir sem að ráða í rauninni í langflestum tilfellum. Nefnir í Bounty. Hvað segirðu? Nefnir á Bounty. Nefnir náttúrulega bara Bounty, en það mannst nú hvernig það fór. Herðu, en flokkarnir, það er VG, búin að missa helminginn af kjörfylginu síðast. Já. Þeir eru núna að mælast bara undir 7%, eru lægri heldur þeir voru. Ég var að rifja það upp hérna áðan og þeir eru lægri heldur en þeirra var boðað til blaðamannafundar út í Norræna húsinu í aðdraganda kosningarna 2013 og Steingrímur J. vék fyrir Katrínu Jakobsdóttur. Það var óvinsæl ríkisstjórn sem var á svipuðu róli og ríkisstjórnin er núna og flokkurinn lægri en náttúrulega í aðdraganda kosninga þar sem að skipti máli hvernig ætti að leiða þetta. Þannig það er staða, ég er ekki að segja að þetta sé sambærileg staða því það eru eitthvað kosninga sem að svona voma yfir. Þetta er samt, þetta er bara einn versta staða sem að VG hefur verið í. Já, því ég man ekki eftir að þeir hafi nokkuð tíman verið með svona lága fylgistölu nema þá á fyrstu mánuðum flokksins vegna þess að þeir sumir nýjir flokkar byrja þannig sko að þeir hoppa upp í 15-20% og eru svo að minnka. VG eins og kvennalistinn hafði hinsegin fylgiskurvu byrjuðu kannski 1, 2, 3 og voru síðan að bæta við sig og VG fekk að mann rétt í kringum 9% í sínum fyrstu kosningum 99. Þannig að þetta er mjög svona svart útlit fyrir VG en í rauninni það sem að menn gátu búist við. Ég sagði það og það vissu það í rauninni allir að þegar að Katrín myndaði þessa ríkisstjórn 2017 að þá var mjög líklegt bæði út af því að eins og ég var að tala áðan þessa almennu tilneyingu að flokkar tapi frekar á því að vera ríkisstjórn en ekki síður það að Vinstri græn fari í stjórn með Sjálfstæðisflokknum
að það var náttúrulega vitað að það færi ekki mjög vel í marga vinstri stuðningsmenn þess flokks. Þannig að í rauninni þá velur flokkurinn það að vera í ríkisstjórn og reyndar menn með ekki gleyma því, og það kannski tákgrænt líka, að þarna fá vinstri sósíalistar á Íslandi í fyrsta skipti forsetisráðherra landsins. Og þegar við vorum strákar hefði náttúrulega engum dottið í huga að það gæti verið möguleiki. Ég man bara eftir því að þeir eiginlega grétu að undrum þegar Svavar Gestsson var gerður að sendi þeirra. Já. Það var eiginlega bara í gær. Þannig að þessi svona tilfinning að vera eiginlega fyrir utan samfélagið hefur alltaf verið sterk í þessar hreyfingu. Nákvæmlega. Og það var allt vitlaust á Morgunblaðinu þarna í kringum 78, 89, þegar að Lúðvík eða Svavar fengu umboð. Allir vissu náttúrulega að þeir eru ekki forsetisráðherrar, en bara að þeir fengu umboðið þótti fáheyrt. En í rauninni þá náttúrulega lifir þessi stjórn af mjög óvinnulegt, og eins og við erum búin að út af COVID fyrst og fremst, og þá ákveður Katrín meðal annars eða þau þrjú að halda áfram, og þá gat maður nú eiginlega ekki séð neitt fyrir sér að þegar COVID var í búið og að það færi aftur, pólitík færi aftur að snúast hinn venjulegu mál, hægri og vinstri færi aftur að skipta máli, að þá yrði það erfitt fyrir Vinstri græn, og þetta væri eiginlega bara ávísun á að þau myndu halda áfram að tapa fylgi eins og raunin hefur orðið. Það sem við finnst við að breyst núna síðustu mánuðina, og þó að við höfum í rauninni haft sama stóra mynstrið styrkflokkana, 2 flokkar á milli 20 og 30%, hinir eiginlega allir á bilinu 5 til 10, eða kannski aðeins meira, að það mynstur hefur haldið tölvert lengi. Auðvitað getur það breyst sama kosningum, það vitum við auðvitað, en það hefur verið býsna stöðugt. En það sem hefur breyst er að sko hinir stjórnarflokkarnir hafa líka verið að tapa mjög illa. Sjálfstæðisflokkurinn vísur ekki mörgum kannunum farið undir 20%, en Framsókn líka búin að tapa helmingina fylginu sem hún fekk 2021, en reyndar hafði hún fengið mikið af því fylgi, hún hafði rokið upp á tiltölulega skömmum tíma. En haldið í þetta missi í gegnum sveitarstjórnarkosningar, það er líka sigur vera sveitarstjórnarkosningar. Það reyndar mjög merkilegt að það virðist sko með einhverjum hætti, ég veit ekki alveg af hverju, en sem sé sko í sveitarstjórnarkosningunum 22, þá unnu náttúrulega Framsóknarflokkurinn mjög fínan sigur í Reykjavík, og víðar. En þegar maður skoðar fylgist þróunina hjá Framsókn á landsvísu, að þá hélt flokkurinn nánast alveg sínu 17% fylgi fram á mitt ár 22, en þá virðast ríkisstjórnaráhrifin koma fullt, og eftir það hefur flokkurinn verið bara á niðursveiflu og reyndar komin í einhver 8, 9, 10%, eins og hann var reyndar lengst af á kjörtímabilinu 2017 til 2021. Það hérna VG áður en að þessi niðursveifla byrjar eftir COVID, og ég held að Íslandsbanka salan í apríl, komu fréttirnar í apríl 2022 hafi haft áhrif. Það að draga svona línu, það bara þá hrynur það. Fyrir það, ef maður dregur þessa línu, að þá hafði VG tapað þó nokkru fylgi, en heldur svo áfram að síga núna, en ekki Framsóknarflokkurinn. Það ekki fyrir en eftir vorið 22 sem að byrja að hrynja honum, og hann komin í sama stað og VG. Og hvað, ef við tökum sko Katrínu sem formann, hún tekur hana við eins og ég rifið upp í Norrænhúsinu í aðdraganda kosningarna 2013, og nær að lyfta flokknum einhver hluti upp, þannig að sko stóri taparinn frekar Samfylkingin. Hún nær að 2013. 2013, já, akkurat. Og svo nær hún að sko VG fellur ekki ríkalega og Samfylkingin svo í kosningunum 2016. Pengur bara fína kosningu 2016 og líka 17. Og í aðdragandi kosningarna 2017 þá var sko VG að mælast í 25% fylgi. En tapaði á síðustu svona 2 vikunum. Þetta þeir sem
eru minnugir muna eftir þetta svona kosningarnar þar sem var talað skattakötu, sem skrýmsladeild Sjálfstæðisflokksins hamaðist á VG mikið og þeir enduðu þarna í 16,9. Já, ég hef vísu miklar efasemdir að skattakötu og auglýsingarnar hafi haft þessi áhrif vegna þess að sko mér finnst miklu líklegri skýring að þessar mælingar á VG hafi bara verið of háar þegar að nálgast kosningarnar þá fari menn svona, þá færðu á úrslit sem eru nær því sem var áður en það sem gerir mig sérstaklega tortrygginn á það að sko skattakötu auglýsingarnar hafi haft mikil áhrif ef þú spyrir bara í hvaða markhóp eða á hvaða markhóp hefðu þessar skattakötu auglýsingar átt að hafa áhrif og það myndi nú helst vera kjósendur Sjálfstæðisflokksins og við vitum það að það er sáralítil hreyfing á kjósendum milli Sjálfstæðisflokks og Vinstri grænna sko, en þetta er svona, þetta er náttúrulega hefur skemmtigildi en reyndar text Sjálfstæðisflokkum oft og þú andmælir því ef það er átt tekstunum oft að tala tillögur að leggja skatt á hérna allra best settu sem svona almennar skattahækkanir og getur valdið svona ótta í svona, hvað ég að segja klassísku lágstéttarfylgi Sjálfstæðisflokksins til dæmis. Það sem er óttast að þegar menn leggja til þess að verið eðlilegi skattar á einum allra ríkustu að það eigi nú ekki að skatta á okkur öllum. Já, það er alveg hugsanlegt. Þetta er náttúrulega algengt skilur að flokkar sem að sjáum það til dæmis líka á repúblikonunum Bandaríkjunum sem að andæfa sérstaklega sko tekjum á hérna ríkustu að auðvitað reyna þeir að tala að þeir séu bara að þær tillögur líka séu bara almennar skattahækkanir sem þeir auðvitað ekki og maður sér þetta svolítið hérna sko þó að eitt af því sem ég tók eftir fyrir síðustu kosningar 21 sko var að bæði það voru náttúrulega stjórnarandstöðuflokkar sem töluðu fyrir því að setja á einhverja aukaskatta á þá sem allara best hefðu það en undir það var tekið bæði hjá ýmsum í náttúrulega Vinstri grænum og líka í Framsóknarflokknum sem ég tók sérstaklega eftir og mér hefur ýmislegt sýnst alveg frá þeim tíma að Framsóknarflokkurinn hafi verið að setja upp með svona milt vinstrabros sem að gerir oft í kostingum og hérna þeir voru lengi með Hermann og Jónas þar sem Hermann settu vinstrabrosið og Eysteinn hægra brosið því að það eina sem að þau getur verið vissum með Framsóknarflokkin ef það verður mynduð öðruvísi ríkisstjórn til næstu kosningar þá vil Framsóknarflokkurinn mjög gjarnan vera áfram í þannig ríkisstjórn. Herðu, en ég var að rekja hérna sögu Katrín Jakobsdóttur. Tekur við flokknum í erfiðri stöðu, næra siglunum upp í gott fylgi að kosningarna 2017 og verður forsætisráðherra, gríðarlega vinsæll stjórnmálamaður. Gríðarlegt afrek. Og bæði Framsókn og Sjálfstæðisflokkur bara guðslumandi fegin að hún sé í hérna ráðuneytinu. Síðan hérna kemur COVID og það eru kosningarnar, hún tapar. Það er Framsóknarflokkur sem bjargar ríkisstjórninni. En vegna svona persónufylgis hennar að þá sætta flokkarnir sig við það að hún sé að leiða ríkisstjórnina þó svo það sé minnst í flokkurinn. Núna eru komna skoðanakannanir sem sýna það að þetta er flokkur sem gæti bara falla út af þingi og þá ef ég þekki sjálfstæðismenn rétt að það fer í taugarnar á þeim að hafa leiðtoga í ríkisstjórn af svona flokki sem nýtur svona lítils fylgis vegna þess að leiðtogi í ríkisstjórnina verður að njóta mikils fylgi meðal þjóðarinnar. Er Katrín komin í eitthvað svona stöðu sem að verður erfitt fyrir hana að vinna úr? Ekki bara það að berga flokknum sínum, heldur hún kannski ekki með að sömu innegn hún hafði áður til þess að þegar hún reif flokkin upp úr sárum. Já, ég sko held nú reyndar að það sé sko svona sérstök áhrif foringja á fylgi séu oft ofmetin. Já. Þú segir þetta oft og ég endurtek þetta oft ég hef grunum að fólk heyrið ekki segja þetta því að fólk virðist trúa því að sko persónur ráði öllum fylgi. Já, það er og ég held nefnilega að persónur sem slíkar ráði mjög litlum fylgi og gæti útskipt það í löngu máli. Hins vegar þýðir það ekki að persónurnar séu skipta engu máli. Það skiptir mjög miklu máli til dæmis að foringi flokks honum takist að kjarna stefnu flokksins. Hann geti komið til skila á mannamáli til fólks fyrir hvað flokkurinn stendur og geri það með skýrum hætti. En hins vegar hvort að hann er rétt litgreindur eða sætur eða eitthvað svoleiðis það sé ekki stórir þættir. En við sjáum til dæmis það ágætt dæmi finnst mér að bera núna saman
Katrínu Jakobsdóttur og Kristrúnu Frostadóttur. Í síðustu mælingum sem ég sá á svona trausti til stjórnmálamanna eða vinsældir stjórnmálamanna, þá hafði Katrín minnkað, hennar vinsældir höfðu minnkað frá því sem var þegar þeir voru mestar, þegar helmingur kjósenda vildi að hún yrði forsætisráðherra eftir síðustu kosningar, og hvort að Kristrún var komin aðeins yfir hana, en þær voru allavega á svipuðum slóðum. Þarna ertu sem sé með þá 2 glæsilega vinsæla stjórnmálamenn. Annar flokkurinn er á hraðri uppsveiflu, er nálgast 30%, hinn er á niðursveiflu og það er að nálgast í rauninni hættumörkin við 5%. Þetta finnst mér miklu eðlilegra að skilja út frá málefnaáherslum, hvernig vinstri grænum er fyrst og fremst refsað af vinstri sinniðum kjósendum fyrir það að vera í þessari ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokknum. Það getur maður alveg skilið. Og ekki ná einu af sínum málum fram. Já, ég held nú að það séu reyndar ígjur að þeir ná engu af sínum málum fram, sko, en það er allavega sagt. Og þeir sem eru á vinstri kantinum og ekki ánægðir með þetta, þeir segja náttúrulega að þeir hafi ekki náð sínum neinum málum fram. Hins vegar ef þú hlustar á Sjálfstæðismenn og sérstaklega þá sem eru í hægri kantinum þar, þá eru þeir nú ekki mjög ánægðir með framistöðu þessarar kommunistastjórnar sem að þó að hún hefur náttúrulega lækkað eitthvað skatta en ekkert í líkingu við það sem að harðlínumenn myndu vilja, og í rauninni kannski eru þessi heyrist mér að þessi gagnrýni á hægri kantinum sé miklu meiri í þá áttina að það sé ekkert hófhaft á ríkisútgjöldunum. Og það sé bara að safna skuldum og og með sinn formann í fjármálaráðuneytinu. Með sinn formann í fjármálaráðuneytinu, búinn að vera með sama formann í fjármálaráðuneytinu síðan 2013, alveg eins og þeir eru myndir á það í útlendingamálunum að þeir eru búin að vera með það ráðuneyti síðan 2013, en í rauninni sko finnst mér þetta svolítið kristalla, það sem ég upplifi sem dálítinn óheiðarleika í pólitík sem þú hefur sumpart allstaðar, en mér finnst hann sérstaklega kannski ábyrrandi hér. Það er að segja, þegar að menn halda því fram að þeir vilji halda áfram öllum útgjöldum til svokallara góðra mála, velferðarmála og einhvers þess og þar, en svo viljið þið líka lækka skatta. Og fyrir flestum er algjörlega augljóst að þetta tvennt fer ekki saman. Ef þú vilt í rauninni sem sé halda háum standard á velferðarmálum, þá getur ekki lækka skatta, það er miklu líklega að þú þurfur bara að hækka skatta. Og einhver vúdú-hagfræði sem maður heyrði hér á tímum nýfrjálshyggjunnar, að þetta væri allt í góðu lagi vegna þess ef þú lækkaðir skattana, þá mundu tekjur ríkissjóðs aukast svo mikið að það gerði meira en að bæta upp sko lækkunin og skattprósentu. Þetta er nú ennþá stefnaði Sjálfstæðisflokksins. Þetta er náttúrulega bara ideológía og þessi ideológía hefur sko hvergi staðist neitt próf reynslunar. Engin alvöru hagfræðingur tekur mark á þessu og síðasta tilraunin til þess að útfæra þetta með djörfum hætti var auðvitað Liz Truss í Bretlandi sem að bara ætlaði að framkvæma og hélt fram nákvæmlega þessum rökum, en þá var svo komið fyrir þessari kenningu að markaðirnir tóku ekkert mark á henni, trúðu því alls ekki að svona skattalækkanir sem hún ætlaði reyndar að alltaf fá lánað fyrir, að þær myndu skila þessum efnalega árangri og hún var að rökklast frá eftir fáeina mánuði. Og hlegin út af sviðinu. Já, hlegin út úr húsinu. Því að þú nefndir að áðan, VG nær engu sínu fram og andmæltir því með því að tala um óánægju Sjálfstæðismanna. Ég ætla að pröfa að þeir reyna kenningu. Þetta getur hvort tveggja verið rétt. VG nær engu fram, en Sjálfstæðismenn eru óánægðir. Það er ekki sönnu þess að VG ná okkur fram, vegna þess að það sem að VG gerir, þeir eru með neitunarvald á því sem að Sjálfstæðisflokkur vil gera og þess vegna eru Sjálfstæðismenn óánægðir að þeir fá ekki sitt fram, en það þýðir ekki endilega að VG ná sínu fram.
Nei, það í sjálfu sér rétt. Það er, og þú ert þá væntanlega að hugsa til dæmis útlendingamálin og hvalamálið. Já, bara réttlætismál, stöðu, lágtekjufólks, verkalýðs, leigjenda, leigubremsa, við getum talið upp. Þegar að ég var að tala að það væri kannski ósanngjarnt að VG næði engu fram, sko, þá var ég nú meira að hugsa kannski ríkisútgjöldin, að einhverjir í Sjálfstæðisflokknum og kannski Framsókn hefðu nú gjarnan viljað sko til þess að ná jafnvægi í ríkisfjármálunum ef það má ekki hækka skatta, að það náttúrulega þýðir það bara að það þarf að skera niður einhvers staðar í almannaþjónustunni. Og VG-mennirnir sem verja þetta geta sagt, heyrðu, við höfum nú ekki bara sko verið á bremsunni í hvalamálunum og útlendingamálunum, við höfum líka komið í veg fyrir að það er gengið að þeim sem að þurfa að njóta almannaþjónustu. Þetta er algeng rök VG þess að segja, ímyndu hvernig þetta væri ef við værum ekki það. Já, og það er í rauninni mjög eðlileg viðbrögð í þeirri stöðu. Það er svolítið veik framsetting stjórnmálaflokks. Já. Það verður að segjast. Herðu, þú vilt ekki gera mikið úr veikri stöðu Katrínar Jakobsdóttur, hún sé komin á eitthvað svona eftir sko glæsilega ferð frá árinu 2013 þangað til hún verður forsætisráðherra og svo náttúrulega síðasta kjörtímabil og svo núna að þetta sé erfitt fyrir hana að hvað segir maður? Ég ger ekkert lítið úr því að þetta hlýtur að hafa tekið verulega á Katrínu og finnst manni stundum sjá það á henni sko að hún sé nú kannski orðin svona trött og slíten milli þess sem að hún brosir auðvitað og er tapper og ekki síst jarmaði á erlendum vettvangi þegar hún að hitta aðra þjóðarleiðtoga og hún gerir það sem sé ennþá alveg Þeir eru ekki að skammana fyrir sérstaklega glimrandi. Þeir eru ekki að skammana fyrir að geta skít með sjálftalun. Nei, þeir eru rósenni fyrir að vera með NATO í Úkrænustríðinu. Ég ætla að segja aðra hetjusögu sem er Sigurður Ingi sem að tekur við sem forsætisráðherra í Panama-málunum 2016, vill halda áfram með flokkin, vinnur Sigmund Davíð í kosningum, gengur svona, en hann er með svo klofnar flokkurinn í höndunum Já. En síðan kemur, sko, og hann komið með flokkinn, þú varst að rifja upp, það er bara í 8% í skoðanakönnunum í aðdraganda kosninga, en hann síðan rífur flokkinn síðan upp og eiginlega næstuði gengur af miðflokknum dauðun í kosningum, miðflokkur er bara rétt slappinn á þing. Þannig að Sigurður Ingi er kóngurinn, búin að vinna allt, en síðan einhvern veginn bara á eiginlega tæpu ári, að þá er hann bara í frjálsu falli og flokkurinn lendur eiginlega í jafnvondum málum, hann er í 8,8% í Gallup núna, Sigmundur Davíð er í 7,2, þannig hann er byrjað að anda í nakkan á honum aftur. Þetta er eins og í hryllingsmyndum, þú er búin að drepa skrýmslið, en þá rís það upp aftur. Hvað gerir Sigurður Ingi? Þetta er svona þríhöfða þurs. Miðflokkurinn hefur aðeins verið að rísa í konunum undanfarið, en aðalmálið er náttúrulega bara að Framsóknarflokkurinn hefur verið að fara niður. Ég held að þetta sé í sjálfu sér sko bara þau kaup á eyrinni sem við getum búist við, sérstaklega þessi árin, að það er þessi hreyfanleiki á kjósendunum og þó að flokkarnir sé að fara svona upp og niður, að þá er ekki endilega á því nein sérstök skýring. Aðal skýringin á því að held ég á því að Framsókn hefur farið niður núna, ég er nokkuð viss að það er ekki vegna þess að mikið af kjósendum Framsóknar frá 21 hafi farið yfir á miðflokkin. Það virðist vera meiri samgangur milli kjósenda miðflokksins og sjálfstæðisflokksins. En sko þegar samfylkingin fer úr tæpum 10% í 28%, þá koma þeir kjósendur náttúrulega einhvers staðar frá. Og við vitum svo sem ýmislegt hvaðan þeir koma. Þeir koma að töluverðu leyti frá VG, áraðanlega mikið af því fylgi sem að VG hefur tapað, hefur farið til samfylkingurinnar, hugsanlega kannski eitthvað líka til sósíalistaflokksins eins og gerðist sko í síðustu kosningum, en sósíalistaflokkurinn hefur nú verið svona í kringum 5%,
Þannig að hann hefur ekkert verið að bæta neitt rosalegu við sig frá síðustu kosningum. Þetta eiginlega sagan svo að sko ríkisstjórnarflokkarnir hafa allir tapað. Já. VG og Framsókn mestu, Sjálfstæðisflokkurinn hlutastlega minna og svo flokkur fólksins tapað. Já. Allur þessi ávinningur fer til Samfylkingarinnar. Flokkarnir sem að, er bara óbreytt að frétta, það eru sósíalistar, Viðreisn og Píratar. Nákvæmlega. Og auðvitað eru alltaf færstur svolítið í allar áttir, en megin straumurinn hefur greinilega legið sem sé frá Vinstri grænum og þá Framsókn til Samfylkingarinnar. Það ekki bara best að kjósa Framsókn fylgið líklega hjá Samfylkingunni í dag. Það er mjög líklegt. Er ekki bara best að kjósa Kristrúnu? Já, það er sko og það því að þó að hún sko ég hafi nú ekki trú á því að karaktereinkenni leiðtogans ein og sér skipti máli, þá hefur Kristrún líka framkvæmt í rauninni róttæka áherslubreytingum þar sem að hún orðar þetta þannig að hún vilji leggja meiri áherslu á kjarnamál klassískrar jafnaðarstefnu og þau mál sem að brenna á fólki og í rauninni þau mál sem brenna á fólki, velferðarmálin, heilbrigðismálin, félagsmálin, húsnæði og láta frekar önnur mál sem að stundum eru kölluð mál góða fólksins, mannréttindamál ýmiss konar, útlendingamál, Evrópusambandið, ekki að flokkurinn skipti skoðun á þeim málum, heldur seti hann það ekki í sama forgang eins og hann gerði áður og þetta og líka það að hún náttúrulega nýtt andlit sem getur skipt máli og að hún líka fyrir minn hatt alveg eins og Katrín alveg sérstaklega hæf í rauninni í því hlutverki að koma skilaboðum á framfæri og mér hefur fundist Kristrún, hún minnir mig stundum á Jón Baldvin í varðandi það varðandi það þegar ég var blaðamaður og þá þegar maður talaði við Jón Baldvin þá gæti maður skrifaði orðrétt upp eftir honum. Það var alveg einstakur maður. Það var þess alveg glata að taka viðtal við Davíð Oddsson því að hann kláraði aldrei innan setningar. Það var meiri háttar hausverkur að sjóða eitthvað upp úr þessu. Má bara tala við hann. Þá hefur þú bara... En þú gæst bara kveikt á tækinu og Jón Baldvin talaði þetta í greinaskilunum. Já, eins og Ólafur Ragnar kannski. En munurinn var sá, að því að Ólafur Ragnar sagði eitthvað, ég nú var að, ég bara, má ekki hringið þetta í smástund, hvað spurningin? Þannig hann fór alltaf að skrifa hana, svo hringdi hann tilbaka og sagði, ég kom með svarið, og svaraði vantanlega annarri spurningu heldur en þeirri þá spurðir. En það sem ég ætlaði að bera saman með hana Kristrúnu og Jón Baldvin sem að, sko, ekki mjög margir stjórnmálum eru mjög góðir í. Það annars vegar að tengja í svari sko, þau dægurmál sem þú ert að tala segjum til dæmis húsnæðisvandan eða vísitöluna eða einhver efnahagsmál að fjalla bæði það og tengja það síðan sem hún gerir eiginlega alltaf að reyna að útskýra kannski 1-2 aukasetningum hvernig þetta tengist þeim kjarna jafnaðarstefnunar, hugmyndafræðinar tengja þannig að þetta finnst mér, hef ég engan síðan að gera jafnvel á vinstri vangnum eins og hún síðan að Jón Baldvin því hann gerði þetta mjög gjarnan og gerði það með miklum sóma. Herðu, þú ert af góðum og gegnum krataættum úr Hafnarfirði. Já, ég get nú ekki neitað því. Já, sem að mörgum þykir vera mjög fínt þó að aðri vilja segja kannski að krataættir frá Ísafirði svo ennþá betri. Já, þetta standa helstu deilur Hafnarfjarðarkrata, gamalla Hafnarfjarðarkrata og gamalla Ísafjarðarkrata þegar þeir hittast í samkvæmum. Já, ég sá það í könnuninni í Gallup sem náttúrulega, það vill svo til að samfylkingar er nákvæmlega sama í maí og júní og það gerist líka í Gallup, í maskínu. Heldurðu að þetta sé toppurinn 28,4 ef ég maður rétt? Ég hef nú við almennt verið þeirra... Samfylkingin gæti ekki farið upp fyrir 30? Ég hef nú almennt verið þeirra skoðunar sko að líkurnar á því í þessu nýja flokkakerfi þar sem þú ert með flesta flokkana á bilinu 5-15% þá sé það frekar ólíklegt að nokkur flokkur geti farið upp fyrir 30% múrin. Það hins vegar auðvitað ekki útilokað. Ég meina
við höfum séð það til dæmis í Skandinavíu þar sem að sko, svipuð þróun hefur átt sér staða sem stóru flokkarnir hafa orðið minni og krataflokkarnir sem voru oft með 40% verða bara í sæmilegu ára sætta sig við 25, 6, 7 að þar kemur það ennþá fyrir að einhver flokkurinn skýst réttu fyrir 30 og það gæti auðvitað gerst en sko við vitum náttúrulega almennt að skoðanakannanir á miðju kjörtímabili eru léleg forspá það hvað gerist í kosningum. Og mjög algengt að eitthvað flokkur eiginlega visti svona Píratarnir gerði þetta. Já, það ég ætlaði að nefna sérstaklega. Ég vísaði á VG áðan sem fór upp í 25 hérna eftir Panama-skjölin. Það er mörg dæmi svona. Já, það er eins og skútan einhvern veginn leggji við var hjá einhverju flokki. Já, það skýra það dæmið þetta sko þar sem að væri kannski eitthvað í líkingu við þetta góða fylgi samfylkingar núna í marga mánuði væru einmitt Píratarnir þarna veturinn 2015 og 16 þá voru þeir með milli 30 og 40% fylgi í 11 mánuði samfellt og síðan 7 mánuðum fyrir kosningar þá fer það að fara rólega milli niður undir 30 og svo enda þeir í 14,5% í kosningunum. Það byrjar að lækka við Panama-skjölin sem að myndu ætla fyrirfram. Það væri akkurat málið sem ætti að tryggja sko Pírötum stuðning. Þegar það gerist og kemur þessi 6 mánuð aðdragandi eða hvað það var að kosningunum, að þá byrjar þetta að bara að síga niður. Já, það sem manni kannski dettur hins vegar í hugað er að sko þetta fylgi Píratanna á þessum tíma sko hafi kannski mikið til við að við verulegu leiti verið svona andósfylgi, andkerfisfylgi skilurðu þar sem menn eru óanaði með alla gömlu flokkana. Við sáum náttúrulega þessi tilfinning hefur greinilega meiri eftir hrun heldur en fyrir hrun og hún birtist með glæsilegustum hætti náttúrulega í sveitarstjórnarkosningunum 2010 þegar að besti flokkurinn sem að menn held að væri nú bara djók, fekk bara 3 atkvæði í Reykjavík og borgarstjóran. Og flokkur Odds Blikk fekk hreinan meirihluta á Akureyri þeim kosningum sem enginn hafði fengið áður. Og í Kópavogi þá fekk næst besti flokkurinn mann og í Hafnarfirði þar sem fjórflokkurinn var bara einn í framboði þá sátu menn heim í stórum stíl og mér minnir að 15% kjósenda þar hafi mætt bara til þess að skila auð og láti ljósa andúð sína og ef maður velti þess ef þetta einhvern veginn svona sko að þá gætu nú kannski samfylkingar menn verið aðeins bjartsýnni að þeir muni ekki endilega feta í fótspor Píratana og enda í einhverjum 15% þó að það geti auðvitað alveg gerst því maður myndi kannski halda að þetta fylgi sem þeir eru að mælast með núna sé ekki samskonar skiluru andkerfis eða almennt andúðar fylgi þó að maður viti það náttúrulega ekki. Herðu, mér langar að koma eitt máli uppbútt við erum múin að sitja lengi. Það er svona eina af ráðgátunum sem að mér finnst verið í pólitíkinni í dag þegar maður horfa á svona flokkana á milli. Að þú tókst það fram að Kristrún hafi breytt svona áherslur í samfylkingunni meðal annars hætt að leggja Evrópumálin svona framan. Fyrirfram hefðu líklega margir spáð því að þarna væri stóra tækifæri Viðreisnar til að vaxa. En það sem gerist er að Viðreisn vex ekki. Þá er það 2 kostir. Og þú kannski kemur með 3 ef það líkar ekki þá. Annarkvort var Evrópumálið aldrei svo stórt mál. Eða það er eitthvað að Viðreisn að jafnvel þessi gjöf sem fá frá samfylkingunni sem að margir hefðu spáð að væri svona eiginlega automatískt svona 2,5-3% sem að kæmi til þeirra. Dugar þeim ekki til þess að auka fylgi. Þeir eru meira svo undir kjörfylginu og það sé nú í síðustu gallup-könnunum. En það er fyrir flokk sem er í stjórnarandstöðu er það svona ekki gott á móti mjög ómísandi ríkisstjórn sem er í frjálsu falli að vera eiginlega bara við kjörfylgi sitt og það Píratarnir eru að nálgast það líka. Hvað annarkvært er eitthvað að Viðreisn eða Evrópumálið er bara uppblásnasta kosning eða umræðumál á Íslandi ef það hefur ekki þessi neina áhrif? Ég skal segja þér get nú ekki séð að það sé neitt sérstakt að Viðreisn. Mér finnst þeir halda prýðilega á sínum málum. Hins vegar þá held ég
að ef við skoðum bara söguna alveg frá því að sko Evrópumálin fara að komast hér á dagskrá í fyrrnefndri vinstri stjórn með borgaraflokknum þegar að ríkisstjórn Stengri Hermannssonar var nánast búin að semja okkur inn í Evrópusambandið, þá hefur verið svona allur gangur á því hvort að þeir sem vilja ganga í Evrópusambandið eða ekki, hvorir eru stærri. Það hafði núna lengi sem sé eftir hrunið sko hafðu þeir verið heldur fleiri sem vildu ekki fara inn, heldur þeir sem vildu fara inn, áður hafði það verið öfugt og síðustu mánuðina hefur það líka verið öfugt, þannig að nú eru þeir fleiri, hafa þeir verið fleiri sem vilja fara inn. Það fylgir oft efnaðarstrengingum. Já, gerir það gjarnan. Það sem hins vegar einkennir þetta Evrópumál er að það hefur aldrei, eða með skosti nánast aldrei, verið meðal aðal kosningamáluna og þegar að kjósendur eru spurðir eftir kosningar hvaða mál sé þeim efst í huga eða þeir til í mikilvægast, þá hafa Evrópumálin alltaf skorað þar tiltölulega mjög lágt. Eina skiptið sem ég man eftir því að Evrópumálin hefur verið sett sérstaklega í aðal kjörorð flokks var 1991 sem var nú nokkuð háðulegt vegna þess að þá var ríkisstjórn Steingríms nánast búin að semja samning aðild að Evrópska efnahagssvæðinu og í staðinn fyrir að hrósa sér að því í kosningabaráttunni þá kom Steingrímur með slagorðið XB, ekki EB. En í framhaldinu sjáðu til er það svo alþýðuflokkurinn sem að fyrstur flokka tekur upp það stefnumál að vera að Ísland eigi að ganga í Evrópusambandið og þá man ég að þá voru einhverjir að spurja mig, þetta hefur sennilega verið 95, við sjáum í könnunum að sko 35-40% Íslendinga vilja ganga í Evrópusambandið. Alþýðuflokkurinn er einu flokkurinn sem að býður upp á þann kost, ekki líklegt að hann fari fljúi með himinskautum. Og ég sagði nei, það er ekkit örugt vegna þess að í kosningum þá forgangsraða kjósendur málum og það ef að þetta ætti að ganga eftir þá þyrftu mjög margir kjósendur ekki bara að segja að við viljum ganga í Evrópusambandið, það er það mál sem við viljum kjósa flokk út frá og að þessu leitinu þá held ég að skýringin á því að Viðreisn hafi ekki grætt á sem sé Evrópuumræðunni sé fyrst og fremst sú að það eru bara ekki nógu margir kjósendur, tiltölulega fáir kjósendur sem að segja að Evrópusambandið sé í fyrsta sæti þegar þeir velja sér flokk og svo geta þeir náttúrulega valið ýmsa aðra flokka. Þeir geta til dæmis alveg valið Samfylkinguna vegna þess að hún hefur í rauninni ekkert breytt stefnu. Þannig að ef að Viðreisn og Samfylkingin færu saman í ríkisstjórn það væri meiri hluti í sem sé ríkisstjórnarflokkum fyrir umsókn ESB eða endurnýjaða umsókn ESB þá held ég að þetta engum í huga að Samfylkingin myndi ekki vilja vera til í það. Að vísu hafa þeir núna verið með þá tillögu stjórnar eða þeir sem eru hlynntir sko að vera fyrst með þjóðaratkvæðagreiðslu hvort að þeir halda áfram umsókninni og það nú virðist nú hyggilegt miðað við hvernig þetta fór síðast. En mér finnst það nefnilega, það eru margir sem hafa spurt þessar spurningar sko Viðreisn og ESB og ég held að kjarni svarsins liggi, og ég hef hugsað töluvert þetta sko, og ég held að kjarni svarsins sé þessi, það hafi ekki með Viðreisn að gera, það hafi með náttúru ESB-málsins í huga íslenska kjósenda að gera. Ég ætla að koma með eitt auka að því að vera að tala svona hvað verið kosið. Það var mjög athyglisvert þegar það var ráðherraskiptin og Bjarni Benediktsson stóð þannig á tröppunum á Bessastöðum og talaði mjög svona hvasst flóttamannamálin að Alþingi hefði brugðist og svo komu þeir hverju að fætur öðru forystumenn í Sjálfstæðisflokknum og sögðu að þetta væri stjórnlaust ástand. Einhver leyti hljóma þetta eins og sko forysta stærsta stjórnmálaflokksins væri að setja flóttamannamálin inn í miðju íslenskra stjórnmála. Já, það hljómaði svolítið þannig. Hefur þú trú á því að næstu kosningar muni kannski snúast þetta mál? Ég held að það sé ólíklegt. En
maður veit ekki sko, það sem hefur náttúrulega einkennt íslensk stjórnmál og gert í öðruvísi heldur en hér í nágrannalöndunum er að við höfum ekki verið með populistaflokk sem að hefur verið með útlendinga andúð. Miðflokkurinn hefur að vísu verið að taka á sig svona meiri og meiri populísk einkenni og hann reyndar hefur verið aðeins að bæta við sér en bara með 8% og maður skilur það alveg að sko eitt af því sem að svona taktíst gæti fengið sjálfstæðismennina til þess að taka svona harðari afstöðu útlendingamálunum sé að það að þeir séu hræddir að missa fylgi til miðflokksins sem að þeir hefur í rauninni sko hefur haft harðari stefni í útlendingamálunum og hefur þar að ekki verið að boða kannski harðari andstöðu við ríkisafskipti heldur en sjálfstæðisflokkurinn. Þannig að hann í rauninni kannski í þeirri stöðu að miðflokkurinn gæti sótt eitthvað til hans. Miðflokkurinn til dæmis En þetta tvíbent fyrir þess að ef sjálfstæðisflokkurinn leggur áherslu á þessi mál og setur það á dagskrá, að það eiginlega óskastaða miðflokksins sem getur þá sagt að við erum þessa stefnu en við berum ekki ábyrgð á stöðunni sem að sjálfstæðisflokkurinn ber ábyrgð á. Það getur verið mjög það er mikið til í því og í rauninni náttúrulega ef að sjálfstæðisflokkurinn tekur harðari stefnu í þessum málum að þá náttúrulega tekur hann áhættu á því að missa einhverja frjálslindari og miðjusæknari kjósendur yfir til viðreisnar eða samfélkingarnar því að í rauninni náttúrulega mjög stór hópur sjálfstæðismanna, kjósenda sjálfstæðisflokksins sem aðhyllist frjálslinda útlendingastefnu kannski og hérna þó að mann vilji kannski gera einhverjar breytingar á því, sérstaklega á því hversu lengi sko, menn eru látni vera hér í biðröð án þess að fá afgreiðslu sinna mála að þá, samt sem áður þá hefur svona tónn og áferð skiptir máli en það kæmur fyrst að þetta hefur ekki verið mál hingað til og það held ég að stafi nú meðal annars af því að sko okkar innflytjendur það nú í fyrsta lagi tiltölulega mjög fáir múslimar en andúðin sem hefur verið blásin upp gegn útlendingum hér í nágrannalöndunum felst oft í bara mjög illkvittinni múslimafóbíu og hins vegar því Svíar nú bara að brenna Kóraninn á götum úti bara as we speak það að vísu en til viðbótar sko þá hefur það líka verið blásið upp á hinum Norðurlöndum til dæmis að innflytjendur séu að leggjast upp á bótakerfin meðan að fátækir gamli Svíar lepi dauðan og skel og þetta náttúrulega held ég að vísu mjög afmælt en hins vegar hefur enginn getað haldið þessu fram á Íslandi vegna þess að hér eru útlendingar sko nánast ekkert á bótakerfum atvinnuþátttakan var ekki daginn að atvinnuþáttaka Venesúelamanna var hærri heldur en Íslendinga. Það verður þetta breyst núna vegna þess að þeir fengu automatist 4 ára dvalarleyfi og atvinnuleyfi út af þessu að það vátt að styðja eitthvað sem var að gerast í Venesúela. En svo núna eftir að það voru breytt lögunum þá hefur útlendingastofnun aftur farið að hafna þeim því. Þannig að nú eru þeir án dvalarleyfis og þannig atvinnuleyfis þannig að þeir eru aftur lent í sömu stöðu og aðrir hælisleitendur sem eru í einhverju svona limbói þannig að þeir geti ekki farið að vinna þótt ef gjarna vildu sko. Það er breytingar á þessu. En það er náttúrulega held ég bara öllum mönnum ljóst sko að það væri engin leið að reka Íslands atvinnulíf hvað þá að hafa einhvern hagvöxt án þess að vera með þessu útlendinga. Þeir í rauninni reka eru ferðaþjónustan ekki síst sko. Þannig að þú ert ólíklegt að þetta verði Já, ég nú lélegur spámaður það náttúrulega reyn spekulasjón en það kæmi frekar óvart ef þetta yrði svona aðalmál og ég er nokkuð klár á því að viðhorf af þessu tagi þau eru mjög fjarri því að vera meirihluta viðhorf meðal Íslendinga. Það hefur komið fram í mörgum könnunum og svo það bara er það ekki hannig. Ég get nefnt dæmi sko að við höfum verið með sko í töluverðan tíma spurningu sem að í íslensku kosningarannsókninni sem að þar sem menn eru beðnir að taka afstöðu til fullyrðingar sem eitthvað á þessa leið að útlendingar séu ógnun við eða alvarleg ógnun við þjóðareinkenni okkar Íslendinga. Og þegar við spurðum að þessu fyrst 2007, þá var það það bil 3/3
sem að sagðist vera þessara skoðunar, sú tala hefur lækkað nánast línulega og var síðast kannski komin í einhver 10%. Og þar að ekki held ég að pólitíska ástandið á Íslandi sé ennþá þannig að ef að sko einhverjir flokkar sem legðu áherslu á útlendinga andúð, og ég var nú erfitt með að sjá Sjálfstæðisflokkin gera það reyndar, en ef að þannig hópur einhverjir til einhverja flokka, að þá þætti mjög líklegt að minnstakosti í byrjun mundi afstaða hinna flokkana verða sú að segja, heyrðu, við myndum ríkisstjórn, við munum láta þessa gæja sitja í stjórnarandstöðu. Það reyndunum menn í Svíþjóð. Já, en það tók líka langan tími í Svíþjóð fyrir populistaflokkana að komast í þá stöðu að geta orðið ríkisstjórnarflokkar. Þannig að það ég er að tala fyrstu viðbrögð ef af þessu yrði sem að mér finnst reyndar frekar ólíklegt á þessu stígimáls. En auðvitað gæti populískur flokkur, það ekkert skrítið að populískur flokkur fari í 10, 15, 20%. Ég meina, við höfum séð andkerfisflokka í sögunni fara í meira fylgi flokk, og það nú kannski helst að nefna gömlu kommunistaflokkana í Frakklandi og Ítalíu sem voru með fylgi yfir 20%, stundum yfir 30%, voru kallaðir andkerfisflokkar. Kerfin hrund ekkit og þeir komast reyndar ekki í ríkisstjórnir. Nei. En við sjáum svona flokka, populíska hægri flokka eins og Svíþjóðdemókrata yfir 20%. Nú eru kannanir í Svíþjóð sína það að Alternative for Deutschland mælist hærri heldur en Sósíaldemókratar, næststærsti flokkur. Í Þýskalandi. Já. Það er margt í gangi. En þetta er eitthvað sem maður virka á mann eins og sjálfstæðisflokkur svona velta fyrir sér, hvort það væri eitthvað sem þeir getur notað. Já, það er mjög við þurfum ekki að ágjöra því að halda þessu sjálfstæðisflokk saman. Það er í rauninni sko nei, það er í rauninni verið líka mjög fróðlegt að fylgjast með þróuninni í Svíþjóð vegna þess að þar voru í rauninni mótiratar til hægri flokkurinn í þeirri klemmu að segja, heyrðu, þarna eru þessi hægri populistar komnir með svona mikið fylgi og við verðum, sko, ef við höldum okkur fast við það að vilja ekki vera með þeim, þá verður bara kratandi með forsætisráðuneytið. Þetta finnst mér verið að gerast út um alltaf Evrópu. Já. Að hægri flokkanir, svona klassísku hefðbundu, hvað þú kalla þá, að þeir standa fram við þessu vali. Við höfum bara 2 valkosti ef við ætlum að ná völdum. Annars verið að fara í svona breiðar ríkisstjórn eins og hér, eins og var til dæmis í Þýskalandi. Og ég held að svona hægri menn horfið eins og þá ríkisstjórn segja þetta er ekki gott fyrir okkur. Nei. Þetta er ekki góð ríkisstjórn. Þá er það hinn kosturinn. Þá verðum við að taka allt hægrið með okkur. Og það er að gerast í Ítalíu. Það mun ég spáði því að það muni gerast á Spáni núna í sumar. Og það er búið að gerast í Svíþjóð, það er búið að gerast í Finnlandi. Þetta er eiginlega það sem að er. Það er að vísu, ég sá nú einhverja kannarir daginn að það væri nú einhver tákn á lofti á Spáni að kratarnir væri að koma tilbaka þar. Þeir eru sko krataflokkurinn ágætur í fylki, ég er ekkert ágætur, en Podemos, Súmaka, hvað heitir hann sem tók við af því, er ekki að skila nema helmingnum af því sem að Podemos skilaði. Og þjóðarflokkurinn, hægri flokkurinn, hann er í ágætri sókn. Vox er ekkert að vaksa, en leiðin fyrir sko þjóðarflokkinn þess að komast til valda er að taka Vox með sér. Og þar ertu með flokk bara sem að svipað og þeir sem að leiða ríkisstjórn í Ítalíu núna eiga bara rætur í sko fasista og hreyfingar. Svipað og Svíþjóðdemókrata sem eiga bara rætur í sko nýnæskum hreyfingum. Þetta eru flokkar sem eru að komast til valda víða í Evrópu. En það er nú kannski efni í annan þátt. Það er efni í annan þátt. Og ekki að leipa út í vornóttina. Hún er dásamleg vornóttina. Takk hérlega fyrir komuna. Þetta er lokinn á rauðaborðinu en við höldum áfram á samstöðunni. Hér á eftir verður umfjöllun Úkraínustríðið í þættinum miðnætti í Kænugarði en á morgun verður rauðaborðið á sínum stað klukkan 8. Takk fyrir í kvöld.